Í þessum hluta, hérna fjórða hlutan, þá komum við til með að fara yfir mið og miðanir og skoða það hvernig það lítur út og samt í að fara yfir útreikninga og tíma, hraða og vegalengd. Og staðalínur, það lína sem á yfirborði jarðar sem skip stætt í og þessa línu má finna með miðun eða fjarlægð. Og miðir til dæmis að tvö kennileiti bera saman, vita beri fjallstopp og svo framvegis. Tvö mið eru mjög ábyggileg staðarákvörðun þar sem að við erum að miða til dæmis í aðra áttina einhver tvö kennileiti og svo aftur í hin áttina einhver tvö kennileiti og þar sem þessar línur skerast eða krossast að þar erum við stattir. Miðun stefna frá bát í kennileiti til dæmis miðað yfir kompás eða í radar og þannig að við getum tekið þannig miðun líka og sagt sem svo að við séum að horfa á eitthvað vita í landi og við horfum yfir kompásin og sjáum hver stefna miðast í vitan og getum sett það svo inn í kort með því að rétta fyrir reikna með misvísun og segulsíki til að fá þann á stefnu, en svo getum við líka gert það með radar og þá vorum við að vinna með réttar og þurfum ekki að vera að hugsa hafa áhyggjur af misvísunni. Mið og miðun notast vel saman. Tvær miðunir eða krossmiðun eru mikilvæg og miðun en ekki sérlega nákvæm. Mið og fjarlægð eru góð staðarákvörðun, til dæmis tekin í radar. Miðun og fjarlægð henta vel ef radar er notaður. Þá er þetta að fara með stefnulínuna á hlut eða til dæmis vita og fara svo fjarlægðarlínuna á hann samtímis og finna þá lengd og stefnu frá vitanum. Tvær fjarlægðir gefa góða staðarákvörðun, það er að segja við mælum fjarlægð frá bátnum í einhverju tvo staði og 4 strika miðun henta vel til að mæla fjarlægð frá kennileiti og kallast 90 gráðu miðun í dag. 4 strika miðun, hún er verulega byggð á svona hugmynd eins og það hvernig jafnarma þríhyrningur er uppbyggður, þar sem að við erum með 2 45 gráðu horn og 1 90 gráðu horn og báðir armar sitt hvor megin við 90 gráðunar, þeir eru jafnlangir. Vegmælir, einnig nefndur logg, mælir þá vegalengd sem siglt er og í dag er þetta aðalega GPS-in sem er notað til þess að mæla þessar vegalengdir. En þetta byggist allt upp á sömu kenningunum, sömu aðferðunum og í upphafi og við erum að tala hérna vegalengd er sama hraði sinnum tími eða framsett sem vegalengd sem hraði sinnum tími og svo er hraði jafnt og vegalengd deilt með tíma og svo tími vegalengd deilt með hraða. Þegar mínútum er breytt í tugabróti talan 6 nótur sem breyttala. Dæmi til dæmis að 26 mínútur verða þá að 4 en 27 mínútur verða að 5 og svo framvegis. Vegmælirinn sýnir sjómílu vegna þess að verður útreiknaður hraði í sjómílum. Það er einingi sem við erum að vinna með til sjós, það eru sjómílur.
Nú hér sjáum við mynd af mælir sem að sýnir hraða í hnútum. Þetta nú svona í frekar hækinguskipi, hann getur sýnt þarna 10 hnútar hraða eða 10 sjómílar hraða sem nú það sama. Og svo á honum líka teljari þarna niðri sem að telur síldarmílur, síldarhnúta og þetta virkar svona svipað á hraðmælir í bíl, þessi teljari, hann telur bara það sem að siglt og það enda það sem að verður að tala þegar við erum að tala í dæmunum hérna á eftir, það er svona að vegmæli sýni þetta og vegmæli sýni hitt og þá átti það hvað þessi teljari þarna búin að telja upp mikið þegar að skipstjórinn lesa á honum. Og hérna sjáum við nú jöfnu fyrir vegrænt tíma og hraða sem að nú ágætt að nota þessa þríliðu sem hérna. Það getum við sett hérna bara puttan yfir það sem okkur vantar. Ef okkur vantar vegrænt þá setjum við puttan yfir það og þá er þetta hraði sinni tími. Ef okkur vantar hraða þá setjum við puttan yfir það og þá er þetta tími deilt með hraða, vegrænt deilt með tíma byrjuði og svo ef okkur vantar tíma þá er þetta vegrænt deilt með hraða. Svo þarna til að reikna út útkomunnar á þessu þannig þá þarna tabla vinstra megin sem þarna fyrir tugabrót þar sem við höfum breytt í mínútur og tilbaka. Þannig að ef við fáum kannski 1,1 mílu og erum að sigla á 1 míla hraða þá varum við að fara þetta 1 klukkutíma og 1 klukkutíma og 6 mínútur. Þessi 0,1 þannig það breytt í mínútur. En aftur á móti klukkutímanir þeir standa bara, það bara útkoman sem kemur. En það mínúturnar sem við þurfum að nota þarna, námunda þarna eða breyta eftir í hvar áttina við erum að fara. Og þannig að við getum farið í gegnum þessu töflu bara fram og tilbaka og farið ímest með tugabrotin yfir í mínútur eða mínútum yfir í tugabrót. Þetta ansið handtag tabla til þess að nota við slíka útreikninga.